Góða kvöldi, kæru gestir og velkomin í Rauðan raunveruleika. Að þessu sinni erum við með mjög góðan gest, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Við ætlum að ræða við hann bara hvernig við gengið síðustu 4 ár og ræða það og svo ætlum við líka pæli hverjar áherslunar eru fyrir komandi kosningar sem styttist óðum í. Vertu velkomin. Takk. Herru, við ætlum kannski fyrst bara að pæla í því, bara hvernig, þú veist, ef við lítum tilbaka og svona hvernig hafa þessi síðustu 4 ár verið. Þetta hefur náttúrulega verið þetta var bara á lokametrunum, þá leit kannski ekki út fyrir að við værum að fara að ná manni inn, Sósíalistaflokkurinn svo kemur inn og hvað svona komið mest á óvart til dæmis þegar þú varst að byrja? Já, ég náttúrulega hélt sko að því við erum 8 flokkar í borgarstjórn og það eru 23 borgarfulltrúar. Já. Og við erum náttúrulega með ólíka sýn á því hvernig að leysa hlutina. Já. Og þannig ég svona fór inn í þetta haldandi að við værum að fara að vera með svona ólíka nálgun og ólíka hugmyndafræði á það hvernig við ætlum að leysa hlutina. Að umræðurnar myndu dálítið snúast það að við varum að fara að ræða, já, það er húsnæðisvandi í borginni, það er fólk sem að á ekki heimili. Hvernig ætlum við að leysa það? Ætlum við að fara vinstri leiðina að uppbyggingu eða ætlum við að fara einhverja aðra leið? Og það sem svona kom mér á óvart var að sjá sko flokkana sem mynda meirihluta, sem eru 4 flokkar. Þetta er þannig að í upphafi kjörtímabils, sem sagt þarna 2018 þegar að borgarstjórn kemur saman, það eru 4 flokkar sem að mynda saman meirihluta. Og þetta eru Píratar, VG, Samfylking og Viðreisn sem að búa til svona meirihlutasáttmála og eru þarna sammála í rauninni ákveðna þætti sem ætla að gera. Eru með kafla eins og til dæmis í húsnæðismálum, skólamálum, velferð og eru svona búin að sammælast hvernig þau ætla að leysa hlutina. Já. Og það sem kom mér dálítið óvart var að hvernig þau svona eru oft eins og ein blokk. Eins og til dæmis ef að kannski ég legg eitthvað til, kem með einhverju svona hugmynd að einhverju sem heitir þá tillaga og sem ég hefði haldið þá að, já, vinstri flokkarnir í borgarstjórn, til dæmis VG, myndi samþykkja að því að stendur í stefnu þeirra að þau séu til dæmis hlynnt gjaldfrjálsum skólamáltíðum, þá er meirihlutin ekki að fara að samþykkja það. Þannig að VG tekur undir það að fella þessa tillögu sósíalista gjaldfrjálsum skólamáltíðir. Þá þau séu sammálausu, þá geta einhvern veginn ekki samþykkt að því þau verða að standa með meirihlutanum. Þau verða að vera svona team playerar. Já, einmitt. Þannig ég hélt sko að, þú veist, flokkarnir gæti stutt sín mál og það sem þau væru sammála en þau eru dálítið bara svona í sinni blokk og svörum bara svona, nei, þú veist, við getum ekki samþykkt þetta núna. Þannig það komið dálítið óvart, hvað þetta er ekki bara svona flokkar að ræða sínar áherslur. Með bara við á þau, eða svolítið svona einhvern veginn skipta upp. Já, það er kannski bara, já, það er bara lítið á þannig út að bara áður en að þau myndi þess að meirihluta þá er bara rætt bara hvað ætla að koma í gegn og þið verður bara að fórna þessu og ef einhver annar kemur til þá bara verið að kjósa gegn því. Það er eins og sé bara að þau eru bara í svona bunker mentality bara og tilbúin að taka allt, bara alls og þótt að séu góðar hugmyndir, bara slá þar af. Já. Hvað finnst þér, eða bara svona, hvað finnst þér vera svona, finnst þér vera eitthvað svona ríkjandi hugmyndafræði í þessari blokk? Eða eru einhverjar raddir af einhverjum flokkum hærri en aðrar í blokkinni? Finnst þér eins og séu að sætta sig mikið til að plýsa einhverjum svona öðrum flokki eða svona hvað er svona þitt álit á núverandi borgarstjórn að því leyti? Mér finnst Viðreisn hafa náð að móta ýmislegt þarna inni. Þau eru einhvern veginn svona að koma ýmsu þarna í gegn eins og nú nýverið var samþykkt að, eins og það var orðað, að skoða kosti og galla þess, að svona undirbúa að skoða kosti og galla þess að selja malbikunarstöðina Höfða. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að borgin bara á meirihluta í og þú veist, ég sem sósíalist er á móti því að við séum að selja okkar eignir og þannig að alls konar svona sem er einhvern veginn búið að, þú veist, svona undirbúa jarðveginn, svona, þetta er mjög svona ósósíalist og ekki vinstri sinna, þannig að mér finnst ýmislegt svona útvistin líka ásólis. Er búið að fara í einhver útvistanir sem var ekki, eru komna nýjar útvistanir sem voru ekki fyrir 4 árum, þú veist, er búið að auka það þá í
skólakerfinu eða einhverjum öðrum svona? Það hefur ekki verið svona stefnubreyting, en það er svona þessi jarðvegur sem er eins og verið að undirbúa eins og í þessum B-hluta fyrirtækjum, þannig ég held að sé svona verið að undirbúa jarðveg eins og kannski orðað varlega eins og skoða þetta í Sorpu og þannig, og svo náttúrulega bara vegferðin sem að þessi fyrirtæki eru á til að byrja með, eins og hjá Strætó. Þetta er fyrirtæki sem eru í eigu borgarinnar og annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, og þetta var eitthvað sem var byrjað alveg löngu áður en að Viðreisn kom á borðinu, og dálítið svona vegferðin sem sveitarfélagin hafa verið á. Að núna, þetta hefur alltaf verið að aukast í rauninni hlutfall starfsfólksins sem að starfar þá hjá fyrirtækjum sem að þeir eru ekki fastráðnir hjá Strætó, og þeir vagnstjórar sem eru ekki fastráðnir hjá Strætó eru á lakari kjörum en vinna samt fyrir Strætó. Já, þannig að þetta er alltaf svona fáránlegt, sko, þú vinnur kannski hjá kynnisferðum, erst að keyra vagn fyrir Strætó, ráðin í gegnum kynnisferðir, en erst að læra grunnlaunum en að þú verður ráðin til Strætó. Þannig að alls konar svona einhvern veginn sem að sveitarfélagin standa fyrir og eiga að vera rosalega svona einhvern veginn félagshyggju sinnið hefur maður haldið, en eru þarna í rauninni að standa fyrir því að laun séu dálítið svona keyrð niður, og þetta eru svona vinstri meiri hluti í borginni, hann er ekki eitt sem ræður þessu, en þetta er eitthvað sem við svona tölum gegn. Já, ég man ekki að skrifa þarna pistil Strætómálið, þú veist, var ekkert breytt eða gerðist ekkert upp á þessu? Var það aftur bara svona þessi blokk sem að tekur það bara svona hvað segir maður, svona sameiningu frekar en svona einhvern veginn áherslumál fyrir, eða svona? Sko, þegar að við sósíalistar komum með tillögu í borgarstjórn að Reykjavíkurborg myndi gera allt sem hún gæti til að vinna gegn útvistun hjá Strætó, að þá fékk ég þau svör að það væri svo mikill munur á, það væri svo lítill munur á laununum hjá sem sagt eftir því hvort það væri fastráðin eða ekki fastráðin. Og þetta er eitthvað 40.000 á mánuði sem að munar eða skoðar grunntaxtan, grunnlaunin. Og ég var bara, lítill munur, ég eitthvað, er fólk að bulla þarna upp í pontu þegar að fer að svara manni, er að segja bara eitthvað bull, og svo var ég eitthvað að tala eftir hennar borgarstjórnarfund þegar ég flutti þessu tillögu, þá var ég að tala við mömmu í síman og sagði bara hvað það hefur verið fáránlegur fundur, og þá var hún að benda á og segja bara, 40.000 fyrir sumu fólki er bara ekki mikill peningur svona, og þá hugsaði ég bara, já, vá, þegar ég sé 40.000 á mánuði, ég meina, ímyndi ykkur að þið verið að vinna sömu vinnu. Þú fekir 300.000, hann fekir 340.000 á mánuði. Já, og það er nákvæmlega sama vinna nema þú ert vinnuveitandi en er enga fyrirtæki. Já, og ég myndi mótmæla þessu, og það væri bara, og ég er yfir ykkur, og þið myndi mótmæla og segja bara, við viljum báðið fá 340, og ég eitthvað, þetta er ekkert það mikill munur, og þið eitthvað, jú, til 40.000. Og ég var bara, það er ekki neitt, þú veist, það er bara lítill munur. Já, þetta er svolítið svona out of touch, það við þarf líka. Líka létt kannski fyrir manneskjur sem að þau kannski græða eða stöður að fá, þú veist, yfir 800.000 eða yfir milljón í laun, að segja bara 40 skall, það er bara, þú veist, auka stóll í stofuna frekar en að sjá þetta sem læknistíma eða bara innkaup eða þú veist, fatnað eða eitthvað svona grunnnauðsynlegt. Já, einmitt. Og jafnvel líka með bara svona ekki tekjur, heldur svona útgjöld fólks, þú veist, 340.000 akkurat eftir leigu og mat og allt þetta, þú veist, þá er þetta ekki eitthvað, þú veist, 5% mismunur þegar þetta er komið í svona, þegar maður er svona búinn að borga allt sem maður þarf, þá er þetta kannski, þú veist, tvöfalt meiri peningur sem maður myndi hafa eftir á, þú veist, eftir að borga alla reikningarna sína og allt þetta. Akkurat. Þannig, já, þú sagðir að það voru svona hindranir og kannski svona erfiðar að koma málum í gegnum helst, en var eitthvað svona sem að kannski bara fór betur en bjóst við, þú veist, þarna var eitthvað sem kom þér óvart og góðan hátt? Núna nýlega, þá sem sagt ég á náttúrulega að skoða fundagerðina frá fundi skólafrísindaráðs til að vera pottet vissum þetta hafa farið í gegn, en við náðum í gegn sem sagt tillögu aðgerðaáætlun gegn rasisma í skóla og frístundastarfi og
Já, kannski svona sem brúnkona þá er ég alltaf smá stressuð að tala um þetta sem ég á náttúrulega alls ekki að vera. Og það svona tók mig alveg einhver tíma í að koma þessu af stað og að því að, já, þegar maður er ofta að tala um rasisma þá hefur maður fengið þau viðbrögð bara úr samfélaginu að rasismi sé nú ekki til staðar og maður sé nú bara ímynda sig þeirra því að maður þarf alveg smá að svona byggja sig upp í þetta bara eitthvað svona ok, þetta kemur, þú veist, þessi tillaga, það rasismi til staðar, hérna tillagan, þú veist, við þurfum að hafa aðgerðaáætlun gegn rasismi í skólafrístundastarfi að því að börn eru að greina frá því að þetta sé vandamál, þannig við þurfum bara aðgerðaáætlun sem tryggir að við séum bara með aðgerðir sem að bara ná utan þarfir þessara barna. Og ég veit ekki af hverju ég var svona rosalega lengi að koma með þessa tillögu, hún var alltaf bara svona í smíðum og í samvinnu við sósíalista og svo líka bara samtöl sem maður hefur átt við foreldra og já, það var jákvætt og það var mikill svona velvilji fyrir því að koma þessu áfram. Það tókst eftir samtal og það var svona einhver breytingatilla og að því að ég lagði þess að áherslu á það að starfsfólk skólafrístundasviðs sem myndi þá vinna þessa aðgerðaáætlun myndi leita til aktivista sem hafa verið að tala um þessu mál, leita til þeirra þegar þau væri að skrifa og móta þessa aðgerðaáætlun og að þetta fólk myndi fá greitt fyrir þessa vinnu því að þú veist að tala um rasisma það er bara exhausting og já, það endaði ekki í tillögunni en við náðum því í gegn að tala við fólkið sem mikilvægt af því að fólk með reynslu þarf að koma að þessari stefnumótun en maður getur ekki fengið allt þó að ég fara alltaf inn með þá markmið en þetta án alltaf að vera launum vinna að veita svona ráðgjöf bara þetta af því að þegar svart og brúnt fólk að tala um það sem þarf að laga þetta á ekki að vera ókeypis en það þarf að borða líka akkurat eða borga leigu. Ég þekk það náðist ekki í gegn en það verður sem sagt leita til aðila sem hafa séð fræðslu á þessu sviði við mótun aðgerðaáætlunarinnar og en það er svona ýmislegt sem að kannski mótar það af hverju það tók mér svona langan tíma að koma fram með þessa tillögu af því að já, hún er svona nýlega sett fram að ég hef svona verið að tala um stöðu láglaunafólks í borginni svona gegnum kjörtímabilið og snemma á kjörtímabilinu þá talaði ég hvernig hvítur millistéttar feminismi hefði mótað borgarstjórn og svona afstöðu borgarstjórnar til bara þess hvernig hún afgreiðir hlutina og lítur á hlutina og náttúrulega Reykjavíkurborg er stór vinnustæður og við vitum að láglauna konur hafa þurft að fá laun frá Reykjavíkurborg, láglaun og ég var að tala um stöðu fólks með erlendan bakgrunn og eitt svar sem ég fékk tilbaka var að feminismi væri hvorki hvítur né svartur þannig að það er svona ýmislegt sem maður hefur fengið í gegnum tíðina í þessum ræðum á sig það sýnir líka bara svona alveg bara svona misskilning á kannski svona þessu svona intersectionality eða svona þessari, hvað heitir það samtvinnu, ég man ekki alveg íslenska orðið en svona þú veist, að segja þetta er bara svona einhvern veginn að hunsa, þú veist, upplifanir svona svartfólks og svona alveg eins og að segja það bara að þetta er svo að segja að sósíalismi sé ekki hvítur eða svartur eða karlkyns eða kvenkyns, bara það tengist allt saman einhvern veginn, frekar en það sé alltaf eitthvað nokkri sikkurir hlutir bara tengist þetta ekki líka upp á svona kannski hvernig þau Reykjavíkurborg fór með þannig stjættar að já, grafiðræðurnar sem voru já, þannig hvað heitir það þurr? Efling. Já, þannig þegar það hægt að vinna. Verkfall, já, takk. Já, var það ekki á þessu kjörtímabili? Jú, það var rosalegt. Vá. Það var kannski eitt á highlightunum. Hasarinn. Já, það var bara, ég held að við hefum verið einn sem að stundum þetta bara svona, hvað er orðið, afdráttarlaust. Já. Bara, þú veist, við erum ekkert eitthvað, við styðjum þetta ef að þið farið svona í verkfall. Já, með fyrirvörum. Við tókum bara full undir kröfunar. Þetta styðjum við bara kröfur verka á láglaunafólks. Ég meina, þetta er ekki flókið. Nákvæmlega. Og við komum með alls konar tillögur í gegnum þetta tímabil að borgarstjórn myndi taka ábyrgð. Að í rauninni það er eitthvað svona, ég man ekki hvað það heitir, kjarasvið. Já, eitthvað svona kjaranemnd eða eitthvað svona sem og þau geta alltaf bent á þessa nefnd bara, sem er fáránlegt af því þetta er náttúrulega bara, við eigum að lýðræðislega kjörnir fulltrúar eiga í rauninni að það er allavega okkar skoðun að þau eiga að vera í þessu og
séu svona... Og líka bara standa fyrir hagsmunum láglauna fólks, eða svona, þú veist, við svo grilla þegar fólk einhvern veginn á móti verkfalli, bara þú veist, nokkulega. A riot is the language of the unheard og svona verkfalli bara svona mini-riot eitthvað leiti. Akkurát. En það hefur verið hasar í því og þú tekið eftir að þau hafa verið hinn vandræðalegustu kannski í samfylkingunni og fleiri flokkum með það, allt vissi ekki kannski hvernig það átti að vera. Þetta var sko eins og ein tillagan var að við myndum fara kröfum starfsgreinasambandsins og bara svona dálítið taka undir kröfunar og mér minnir að það hafi verið í þeirri umræðu sem var einhvern veginn bara svona þetta er ekki okkar verksvið, við hefum ekki verið að segja eitthvað, þú veist, hver laun láglaunafólks og verkafólks að vera, það er bara samið það í kjara viðræðum, en ég meina við erum að taka undir það sem að launafólk er að biðja þá hlýtur það bara að vera fagnaðarefni, þú veist, það er ekki, ég var ekki að leggja til að við myndum einhvern veginn segja, þú veist, að launin er að vera minni en það sem þau eru að biðja og við farum að semja það í borgarstjórnarsalni, ég var bara að segja, hei, tökum bara undir þessar kröfur, þú veist, og sýnum bara við séum sammála og það bara, já, nei, þetta er ekki rétti vettvangurinn, en ég meina við erum borgarstjórn Reykjavíkur, ef það er einhver vettvangur til þess að ræða kjaramál, það er að gera það í stjórninni sem ræður yfir borginni og líka annað er samhengi hlutana. Við höfum reynt við sósíalistar að tala launabil. Hvað er ásættanlegt launabil og við komum tillögu að launabilið væri 3-1 þannig að ef að hæstu laun, þú veist, að það sé aldrei meira en þrefaldur munur, þú veist, að enginn sé með þrefalt meira en lægstu laun og ég sagði þegar ég flutti þessa tillögu, bara ég er alveg til að skoða þetta ef einhverjum finnst þrefalt vera eitthvað ekki rétta viðmiði, hvað segir fjórfalt? Hvað segir eitthvað meira, þú veist, ræðum þetta bara, hvað finnst okkur ásættanlegt, þú veist, ef borgarstjóri með 2 milljónir, eða þá ekki bara lægstu laun að vera þriðjungurinn af því, eða viljum við skoða hinum minn, ef að lægstu laun. Já, við setja þetta inn hjá starfsfólki borgarinnar, þetta eru svona reglur, einmitt, og var ekkit fækst engar undirtektir eða neinn mótsvör eða var þetta einhvern veginn svæft eins og flest kannski? Það var bara einhvern veginn skilabúðan voru að borgarstjórn væri ekki vettvangurinn til þess að ræða þetta. Þú veist, það er bara sami kaup og kjör í gegnum svona kjarasamninga og við hefum einhvern veginn ekki verið að setja einhverja svona stefnu. Mér finnst þetta að vera bara svona enn eitt dæmi af einhvern veginn svona endurspeglun af einhvern veginn svona pattern í þessari stjórn sem að segir einhvern veginn að svona að einhvern veginn að efnahagshlutir og pólitískir hlutir eða þá sem að borgarstjórnar pólitískt einhvern veginn eins og það sé ekki bara alveg hérna, þú veist, eins og að Reykjavíkurborg er ekki bara bókstaflega fyrirtækið sem að borga þessi laun sem að semja þetta, þú veist, það er ákveðin svona hvað segir maður, Board of Directors kosningar í Reykjavíkurborg og þetta er bara þeirra ábyrgð, ég skil ekki mér finnst að vera kannski svona frá sósísku viðhorfi, vera svona einhvern veginn þessi svona liberal áhorf að þú veist að efnahagurinn á að vera á að geta leikið sinn gang og einhvern veginn að markaðurinn mun finna þessa perfect kjarasamninga og þessi perfect ratios eða hlutfall á milli launa það er bara svona þetta er bara svona einhvern veginn bara stúpid, þetta er bara heimska þetta er bara meikar ekki sens og já, það var svolítið ekki verið mikil viðbrögð því en svo er maður líka að tekið eftir að þetta virðist vera trendi að þau eru alltaf að benda á einhverja aðra og taka, þetta er raunin þá bara ábyrgðarleysi og kjarkleysi kannski sem er þarna í gangi og er eitthvað sem er takað þá ábyrgð á yfir höfuð, þú veist, er þetta alltaf, svona mjög oft viðbrögðin að það, við eigum ekki verið að gera þetta, við eigum ekki verið að gera hitt og þau vilja kannski frekar vera bara með svona sýndar stjórnmála mennsku, stinga sér í sund og svona. Þetta er rosalega mikið mitt sko, ég var að koma af bara fundi með ÖBÍ, þetta var svona opið málþing og Öryrkjabandalag Íslands, þau voru að kynna bara svona sínar áherslur og vildi heyra í frambúðunum þær áherslur og stór liður í bara málefnum og bara fallað fólks og bara okkar allra er náttúrulega húsnæði að það sé tryggt. Og þar heyrum við svo oft hjá meirihlutanum að þegar við skoðum biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði að meirihlutin segir svo oft já, við hefum náð að helminga biðlista. Já, ég meina tölurnar voru miklu lengri
en það ennþá fullt af fólk að bíða og þetta fólk ekkert eitthvað, þú veist, því líður ekki betur með að greiða leigu upp á 250.000 vitandi að einhver sem þekkir ekki neitt sé nýkomin í öruggt húsnæði, þú veist, það lækkar ekki húsnæðiskostnaði þinn að einhver annar sé komin í húsnæði. Þannig að það ekki hægt að skýla sér á bak við það að segja, sko, já, við höfum náð að koma öðru fólki í húsnæði, það gerir ekkert fyrir mig ef ég að bíða. Þannig að þú veist, það okkar frumskylda að náttúrulega veita fólki sem þörf fyrir húsnæði. Þannig að þetta hefur verið rosalega stór þáttur á kjörtímabilinu einhvern veginn, sko, og ég hef bara komið grátandi heim, sko, þegar það einhvern veginn bara svona, já, við höfum stytt biðlista og maður svona, já, en biðlistarnir eru ennþá rosalega langir og þó að það væri, þú veist, það að sé einn á þessum biðlista sem búin að bíða til lengdar, það einum of mikið. Já, eins og búin að helminga hungur, þá ekki til að monta sér að það ennþá hungra fólk sem fær ekki að borða, þannig að það og svo líka oft bent á önnur sveitafélög af því að þau sé ekki gera nóg, þá, þú veist, það svona verið að íta einhvern veginn í burtu, þú veist, og svara bara ekki fyrir það og skamma kannski þig fyrir að vera að tala þetta, en þú ert náttúrulega borgarfulltrúi Reykjavík og þú ert ekki borgarfulltrúi Garðabæjar, þannig að það svona svolítið sérstakt. Og kannski svona ræða bara kosningaáhersluna líka, þú veist, það er komið stefnumótun eða ekki og ákveðin svona mál sem að eitthvað svona sérstakt sem eru lagt mikil áherslu á. Ég held náttúrulega að kjarnin í þessu sko að færa valdið heim og í því felst að fólk hafi eitthvað líf sitt að segja og að færa valdið heim þannig að sveitarfélögin, Reykjavíkurborg hafi burði til þess að geta veitt þá þjónustu sem hún á að veita og þá þarf náttúrulega að efla tekjustofna og fólk einhvern veginn heyri tekjustofnar sveitarfélög og bara en sko það sem við leggjum gríðarlega mikla áherslu á að við eigum öll að greiða til samfélagsins sem við búum í og núna það þannig að við erum öll að borga útsvar og útsvar það ekki þátturinn þarna, það bara að dreifa launum okkar og það fer í sameiginlegan sjóð bara sjóður Reykjavíkurborgar til að standa undir ákveðinu svona grunnþjónustu, skólarnir, leikskólar, sundlaugar, menningarstofnanir, snjómokstur, götulýsing. Malbikun og fleira endalaust. Allt þetta, nema ef þú ert rík manneskja, fjármagnseigandi, ef þú fær tekjur þínar af fjármagni, sem þetta ert ekki svona launaðir í vinnu, þá greiðir ekki þetta útsvar, af því útsvar ekki lagt á fjármagnstekjur. Já, það bara launatekjur? Já, þóttur sé að nýta sér bara langmestu þjónustunni í rauninni af öllum, þá það ekki þannig að þau taka en gefa ekkert baka. Þannig að launatekjur, bætur, þannig að fátækasta fólkið að greiða, ekki ríka fólkið og þetta það sem við leggjum áherslu á að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur og það ekki, þú veist, Reykjavíkurborg gæti ekki ákveðið núna með einu pennastriki bara herðu, við ætlum að gera þetta eru lög frá Alþingi. Þess þarf, svo þetta verða að veruleika. Þannig við leggjum áherslu náttúrulega á að sveitarfélögin sameinist í þessu að koma þessu breytingum á því auðvitað að greiða til samfélagsins og við erum ekki að tala að skattleggja ríkt fólk eitthvað meira en launafólk heldur bara að sömu reglur gildi fjármagnstekjur og launatekjur og skattlagningu á þessum tekjum. Já, sérstaklega líka bara ef maður horfir, ekki bara eru fullt af böngum og svona verslunum og þú veist, hvað þá þú veist, bara svona hátísk og lúxusvöru verslanir í Reykjavík, borgatúnið í Reykjavík, þú veist, bankahöfuðstöðvar í Reykjavík, bara, þú veist, og maður að skoða bara, þú veist, ársreikninguna þar og bara hvað, þú veist, það bara milljarðir sem að fara í afkomu og arð í þessum fyrirtækjum og þú veist, það að, þú veist, við sem, þú veist, manneskjur sem að fá laun erum að græða meiri skatt en eigendur sem þannig séð hefði geta ert þetta for all we know eða svona bara fárlegt að við erum að halda uppi vegunum og lýsingunni og þeir fá að keyra í vinnuna á bensunum borgandi við þá borgandi fyrir steipuna sem að gera þetta, fyrir ljósin á götunum, fyrir bara moksturinn sem að leyfir þeim að keyra í vinnuna og meðan þú veist fá við bara miklu minni allan að finnst mér eða svona, bara svona ekki að sama eða svona við hvað við erum að gefa í samfélagið. Akkurat. Og nú myndi kannski einhverjir hægri menn og einhverjir svarastu bara að segja ætlaði að hrinda bara fyrirtækjum úr borginni, þú veist, ætlaði að skattleggja smáu fyrirtækjum úr rekstri og svona, en þú veist, hvernig myndir þú svara því?
Sko, þarna ætlum við bara að skattleggja, þetta snýst að skattleggja ríka fólkið, en svo viljum við alltaf líka skattleggja fyrirtækin og það aðstöðugjald á fyrirtæki. En þá viljum við skoða þetta aldrei þrepaskipt, sko, þannig að smæstu fyrirtækin greiði minnst og stærstu fyrirtækin mest. Aðstöðugjald það er þá veltutengdur skattur og þetta er rauninni þá á sérst að greiða bara fyrir þá aðstöðu í samfélaginu sem það notar. Og ég meina, ég held að fyrirtæki vilji greiða fyrir aðstöðuna sína. Ég meina þau eru að nýta aðstöðu og mér finnst eðlilegt að sé eitthvað gjald tekið fyrir það og ég meina við erum alltaf að vinna fyrir fólkið í samfélaginu, við erum ekki að vinna fyrir fólk sem hefur mikið fjármagn og þannig sé ég þetta, þannig ég held að við hljótum að geta fundið einhverju svona útfærslu þannig að við erum að nýta fjármagnið sem best og við séum ekki að taka fjármagnið af þeim sem hafa það ekki á meðan að fólk sem hefur fjármagnið bara sleppu við að greiða til samfélagsins fyrir bara þá innviði sem það er að nota. Og það var eftir að nýta þessa peninga í mitt, þú hefur verið að tala að börni, að það ekki að rukka börn, þú veist eins og fyrir mat í skóla og fleira, það var eftir að nýta þennan pening væntanlega í rosalega margt sem er ekki verið að nota í dag, bara þeir sem hafi efnað í greiðin í samfélagið. Já, og já, áhugavert og en er sem sagt komin einhver listi fyrir kosningarnar? Nei, þetta er allt í vinnslu. Já. Og verður þá bara kynnt mjög vel þegar það liggur fyrir. Já. Og já. Nú er ég bara forvitin, þannig að, víst að vera að tala að börn eiga ekki að borga, ég veit að börn borga til dæmis ekki tannlækni eða eitthvað svoleiðis. Hvað er eiginlega, hversu mikið er verið að rukka börn núna í dag, eru alls konar, eru margir þættir eða? Af því að við erum einmitt ekki að rukka fjármagnseigendur og af því að bara við höfum dálítið verið að treysta, eða ekki í sig alltaf við, en af því að stjórnvöld hafa í gegnum tíðina verið að treysta á þessu svona brauðmálakenningu, einhvern veginn að lækka skatta á fyrirtæki og ríkt fólk, að það muni skila sér til samfélagsins, að það náttúrulega bara skila sér til ríka fólksins og fyrirtækjaeigenda, það hefur ekkert trýklan eitt niður. En þá fer þessi gjaldtaka fram á ótrúlegustu stöðum að þú þarft sem sagt að borga fyrir matinn í grunnskólanum. Þetta er einhver 10.000 og eitthvað á mánuði, þetta jafnaði gjald. Þú þarft að borga fyrir að fara í sund eða úr bað. Þú þarft að borga fyrir það að komast í strætó. Það er enda gjald frjálst upp að 11 ára aldri, en svo þarft að borga fyrir að komast í strætó. Og sem sagt árskortið fyrir ungmenni það hækkaði núna nýlega. Þannig að allt þetta tala einhvern veginn að samgöngur eða vera aðgengilegar og við þurfum að koma ungu kynslóðinni í almenningssamgöngur svo þau sé ekki að kaupa bíl. Ég meina þetta hljóðu mynd fyrir ekki alveg saman þarna sko. Og svo það sem er ótrúlegt er að ef að foreldrar get ekki greitt þessa reikninga, þessa greiðsluseðla, þá fer þetta í innheimtu. Þannig að það er verið að segja innheimtufyrirtækjum á barnafjölskyldur sem geta ekki greitt grunnskólamáltíðir, frístundaþjónustu, alls konar svona, þú veist, ef að barnið vill æfa eitthvað, það er bara rándýrt, þannig að þessi kostnaður, hann er út allt. Og eins og í samgöngumálum, hver verða þá áherslur Sósíalistaflokksins fyrir næsta kjörtímabil? Gjaldfrjálsar samgöngur, gjaldfrjálsar almenningssamgöngur og líka... Fyrir börn eða alla þá? Bara að þetta eigi að vera gjaldfrjálst fyrir alla. Og líka að tala gegn svona vegtollum, eins og við sjáum að það eru hugmyndir upp það að það er þá að fjármagna uppbyggingu samgöngu innviða eins og í gegnum þessa samgöngu sáttmálan. Þannig að við náttúrulega greiðum skatta sem eiga að greiða fyrir innviði, þá ekki verið að rukka okkur síðan til þess að þessir innviðir geta orðið að veruleika. Og svo líka varðandi samgöngur, ekki bara að ná kostnaðinu niður fyrir almenning, heldur líka að almenningur og fólk sem reiðir sig á samgöngur hafi meira það að segja í hvaða átt þessi þjónusta hún fer, til dæmis að notendur sitja í stjórnstrætó. Þannig að það sé ekki bara verið að spyrja hvernig leiðakerfi viltu að þessi vagn færi þangað eða þangað? Þetta er bara gefa alvöru bara völd og sætið við borðið. Var ekki líka áhugavert bara að gera einhver úttekt á því hvað kostar að halda uppi batteríinu sem er að rukka? Þú veist hvort að það borgi sig í rauninni að vera með, þú veist að það myndum jafnvel bara spara peninga og vera ekki með neitt svona bákni kringum það að rukka, starfsfólk og allt það væri virkilega mjög áhugavert og fá það einhvern veginn á hreint líka af því að fólk pælir kannski ekki alveg í því að það er kannski bara mjög dýrt út af fyrir sig.
Ég verð alltaf super stressuðar en ég fyrir að virka klappi, ég alltaf bara ok, ég tilbúin, ekki opna rétt á undan, skanna og svo bara eitthvað. Já, og svo allir í overtime með hvaða app á fullina laga og svaka eftir overtime launum maður. Já, og aðstöðugjöldin, þau voru það ekki í Reykjavík og voru afnumin, var það með lögum frá Alþingi þá? Þetta var 93 sem þetta var lagt. Já. Og í kjölfarið þá var ákveðin þróun í sambandi við lóðamál eða ekki og þá fór Reykjavík og fleiri sveitarfélög í það að bjóða út lóðir og það hefur væntanlega leitt til hækkunar á húsnæðisverði að þau þurftu að sækja tekjur af því að borgin var ekki að fá neitt fyrir aðstöðugjöldin og þá þurftu einhvern veginn að finna tekjurnar upp á nýtt þannig að ef þessi aðstöðugjöld kemur aftur þá geti það jafnvel gert að verkum að fólk fengi ódýrari lóðir, eða ekki? Ég meina, þetta hefur alltaf afleiðingar ef þú hættir að, ég meina, þú þarft að fá peningin einhvers staðar frá ef þú hættir með eitthvað, þannig að ég held að sé alveg að færa rök fyrir því að það byrja að rukka á einum stað af því að það er hægt að rukka á öðrum stað. Þetta er svona óbein afleiðing kannski. Já, akkurat. Bein afleiðing, svo sem. En segjum að þú komist aftur inn á næsta kjörtímabili og fylgi kannski verið svipað á öðrum stöðum. Myndirðu vilja ganga til þess við meirihlutandi meir núna eða myndirðu hugsa þér að fara í meirihlutað samstarf eða væri einhver skilyrði fyrir því? Það er ekki hægt með Viðreisn. Ég sé það ekki sem möguleika. Og það er ekki hægt að einhvern veginn svona gera málamiðlanir sem gera það verkum að fólk þurfi að sætta sig við hluti sem það á alls ekki að þurfa að sætta sig við. Þú veist, ég get ekki einhvern veginn kvitta upp á það að þessi biðlistar verða áfram endalausir, sko. Það er bara ekki einhver veruleiki sem að ég get boðið fólk upp á sem ekki sósíalista. Þannig að það myndi þurfa að vera verulega róttækar breytingar til þess að það er það veruleika en auðvitað förum við inn í þetta með það markmiði að bara komast þannig að við séum að fara að breyta borginni þannig að hún virki fyrir fólk, það er náttúrulega okkar markmið. Já, einmitt. Hvernig finnst þér að starfa sem borgarfulltrúi? Er eitthvað, maður velti fyrir sér til dæmis fólki í Sjálfstæðisflokknum, hvernig er til dæmis að starfa með þeim þegar þau eru í andstöðu, eru þau meira til í einhver samtöl og að því að maður heyrir hvernig þetta er á Alþingi að þar er Sjálfstæðisflokkur mjög eiginlega bara hrókafullur. Ertu kannski að sjá svipað nema bara öfugt að samfylkingin kannski í þessu hlutverki sem Sjálfstæðisflokkurinn er í Alþingi bara og salar geta kannski bara verið sammálæra þegar breytir einhver styringu? Já, mér finnst hafa verið erfiðast kannski að tala við vinstri flokkana sem ég held að vera vinstri í mér. Það hefur tekið mest á. Þegar ég held einhvern veginn að við gætum talað saman þar að þá hef ég mætt hindrun þar að því maður veit hvað Sjálfstæðisflokkurinn er einhvern veginn og þau eru þarna í minnihluta þannig að þegar maður þarf að reyna að ná einhverju í gegnum meirihlutann að það verður erfitt bara ég held að við erum sammála hér og við erum ekki sammála og þá bara Já, lítur að vera mjög undarlegt en er eitthvað fleiri áherslumál sem þú vilt koma á framfæri bara eitthvað grunnatriði? Já, það er náttúrulega húsnæðismál. Hvar var að byrja? Það er, við eigum að rétta húsnæði og einhvern veginn ég var spurð að því áðan að fundi hversu hátt hlutfall einhvern veginn ætti að vera óhagnaðardrifið og í mínum huga á húsnæði ekki að vera hagnaðardrifið. Það á enginn að hagnast á því að fólk þurfi húsnæði. Ég meina, hvað, ætlum við næst að byrja að selja vatn á krananum? Ég veit að gert í löndum í kringum okkur, en ætlum að vera bara eitthvað, herri Sanna, þú drakst svona mikið vatn, skulda mig 500. Ég meina, við þurfum all húsnæði og núna byrja fólk einhvern veginn bara eitthvað býti á þá bara enginn að græða á því, ég meina, allir vinna við að byggja húsnæði, en ég meina, við þurfum all húsnæði, það er mannréttindi, fólk er að bíða núna eftir húsnæði, það borgar 70% af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæði, það er ekki í lagi og meðan þú ert að bíða eftir að komast í eitthvað svona félagslegt húsnæði að þá ertu, þú býrð inn á öðrum, þú býrð við ótryggar húsnæðisaðstæður, þú býrð hjá einhverjum kærasta sem vilt alls ekki búa hjá og þetta er einhvern veginn orðið bara svona norm að það sé eðlilegt að sé þessir endalausu biðlistar
að því að markaðurinn á að ráða. Markaðurinn á bara ekki að koma nálægt húsnæðisuppbyggingu. Ég veit það eru skiptaskoðanir á því, hversu hátt þarf að vera, en þessi biðlistar eiga þannig ekki að vera til staðar. Þannig að við þurfum bara að byggja og útvíkka dálítið þetta hugtak félagslegt húsnæði. Það einhvern veginn hugsað að það sé fólki í allra verstu stöðunni sem einhvern veginn eigi skilið að fá svona félagslegt húsnæði. En ég meina félagslegt húsnæði á bara að vera húsnæði fyrir fólk. Já. Þetta er eins og við værum bara að veita heilbrigðisþjónustu til fólk sem hefur lítið fé á milli handanna og hinir þurftu bara að borga á markaðnum. Segir líka bara hvað mikið samfélag okkar, þú veist, að fólk sé einhvern veginn, þú veist, bara svo rótgrófið í þessari hugsun að, þú veist, að sumir þurfa að eiga skilið að eiga að búa ekki á götunni eða eiga að þurfa einhvern veginn, þú veist, eins og þetta sé ekki bara, þú veist, við erum bara bókstaflega, þú veist, hægt að segja svona bara we're one human kind, við erum bara öll saman í þessu, þú veist, hvaða ormur er komin inn í heilaðinu og það segja bara einhver að lifa út á götuna því hann var óheppinn og fekk ekki vinnu meðan þú varst heppinn og fekkst vinnu, eða eitthvað svoleiðis. Og sama með, þú veist, að það er verið að hagnaða drifið, það finnst mér svo skrítið að einhvern veginn, þú veist, hagnaður er ekki launin sem að byggingar smiðinir og píparannir og rafverkjarnir að fá. Hagnaður er auka ofan á það sem voru ekki laun sem bara einhver rík manneskja, þú veist, fyrir bara heppni eða þú veist, harðri vinnu fekk pening og núna þá hún þá bara skilið að fá meiri pening af því að hún var rík. Bara svona, þú veist, mér finnst bara eins og fólk þurfi bara alveg að slíta sig frá bara þessari hugsun að húsi einhvern veginn, þú veist, bara eitthvað tækifæri til að hagnast á akkurat eða bara svona að þú veist, græða arð á þessu og það er einhvern veginn bara svo normalisera í samfélaginu okkar að maður þarf að kaupa fyrst íbúð og svo maður kaupa aðra íbúð og leigja hana út og svo maður kaupa þriðju og leigja hana út en þú veist, á svona litlum skala þá kannski sér maður að það gæti verið ok en í samfélaginu sem við búum í núna þar sem að þú veist, Heimstaden og bara þú veist, öll þessi stór fyrirtæki eiga bara massar íbúðir á Íslandi og sérstaklega það ekki einu svona einhver íslensk fyrirtæki, þetta eru bara erlend fyrirtæki, þetta eru bara, þú veist, þetta er bara alls konar einhvern veginn og þú veist, það er bara svo sárt að sjá þetta og bara sjá bara vísitöluna hækka upp í 800 eða 900 bara. Já, akkurat. Og leigumarkaður er náttúrulega líka algjörlega í mólum og maður var að lesa statistík einmitt það að það er alltaf fleiri og fleiri eignir alltaf lendi í höndum þeirra sem eiga fleiri en eina eða jafnvel 2 eignir þannig að þyrfti að koma einhverjum böndum á þetta. Algjörlega. Og líka hægt að líta sko á húsnæði að þessi talaði sem fasteignir, að þessi talaði sem einmitt tækifæri til að fjárfesta. Þetta eru heimili fólks. Þú veist, þetta er einmitt þar sem þú ert að fara að búa, þar sem þetta á að vera griðastaðar, þetta á ekki að vera uppspretta sko álags og streitu. Þetta á ekki að vera mitt fjórða fasteign einhvers mann sem var svo rosa duglegur að fjárfesta í fjórðu eigninni og núna er að láta eignina vinna fyrir sig og borga upp eignina. Svo er þetta alltaf að kostna einhvers náttúrulega. Þetta gerist ekki í einhverju tómarúmi bara fyrir einhverju einstaklings bara hetjudáð, þetta er bara, það er einhverjir að borga fyrir þetta. Bara, já, ótrúlegt sko. Já. En svo leggjum við líka áherslu á náttúrulega að sko þegar við tölum valdið til fólksins þá erum við náttúrulega að tala sko, þú veist, fólkið á að hafa meira það að segja einmitt hvernig samfélagið býr í og ekki sko bara á 4 ára fresti með því að kjósa, ekki bara með því að einhver stefna sé komin í samráðsferli þar sem þú getur kommentað á hana inn á betrireykjavík.is heldur að bara fólki með reynsluna fái að koma að mótun stefnunar frá upphafi, að sé ekki sko, herðu, hérna er stefna í einhverju, við erum að breyta þessari stefnu, viljið koma með athugasemdir, heldur bara viljið hjálpa okkur að skrifa þessa stefnu frá upphafi, að sé meira þessi svona hugsunaháttur í kerfinu, þannig ef það til dæmis verið að breyta reglum félagslegt leiguhúsnæði, að það sé það bara að leita til félagslegenda hjá félagsbústöðum, bara herðu, við erum að fara að breyta reglunum, viljið þið ekki vera með okkur í þessari vinnu, bara frá upphafi. Einmitt. Það er svolítið sorglegt að þetta sé svo stað að fólk þarf að leggja allar sína vonir á einhvern einn fulltrúa sem á að koma inn og kippa öllu í lag. Þetta á náttúrulega miklu frekar að vera þannig að þetta komi neðan frá, þú veist, valdið og við byggjum það einhvern veginn upp og það er vonandi að það takist og eins og þú sagði með orðræðina, fasteignir og allt þetta, ég held að væri mjög gott hjá okkur að reyna að vinna okkur á þetta að breyta orðræðina. Þetta er svo rosalega mikið newspeak, öll þessi orð sem að hægrið notar, sko, bara svona sem á að hljóma eitthvað gott en er bara
þú veist, þið tala aldrei manneskjur, það bara Já, hausar eða þú veist, þetta alltaf svona eitthvað afmennskað allt hvernig þið tala, sko. Akkurat, eða svona fjárfestu áhætta, bara, Já, ég held að það sé engin áhætta, engin sé að fara ekki borga leiguna sína, bara þú veist, þú einmitt. átt húsið, þá er bara allt ríkið og samfélagið standa með þér í að rukka þessa manneskjum leigu, bara. Já, verðmæta sköpun, Já, sem er bara, getur verið arðrán með öðrum augum, sko. Þannig að en já, og hvenær verður síðan kosningamaskinan ræst í gang. Það fólk að tala að sé lítið byrjað að gerast, bara hjá öllum flokkum eitthvað að fara að byrja hjá sósíalistum á næstunni, fyrir vélinn í gang. Við þurfum eiginlega bara að fara á fullt, sko. Við erum bara að hvetja, bara ykkur öll til þess að bara deila og lesa og það er inn á sósíalistaflokkurum.is. Þar sem sagt stefnu yfirlýsing sósíalista, hún er mjög ítarleg og heitir Valdið heim og þar erum við búin að skrifa í rauninni okkar áherslur, skipt eftir þemum og það er hægt að kynna sér bara hana og hvað það er sem við leggjum áherslu á og svo erum við með vinnufundi vikulega sem eru auglýstir helgar og þannig að opni vinnufundir fyrir Reykvíkinga í flokknum sem hafa áhuga og við erum alltaf á öllum miðlum og hægt að finna okkur og endilega bara ef við hafa áhuga þá geta allir haft bara samband og viljum endilega bara heyri í sem flestum og Já, við erum með mjög mikil svona grasrótarhreyfing og bara allir sem eru tilbúnir að leggja hönd á plóg bara endilega taki þátt og við getum eiginlega bara sagt að kosningabaráttan hafi hafist með þessum þætti. Bara takk fyrir komuna Sanna, gott að tala við þig. Mjög gaman að fá þig. Gangið vel. Takk. Já, og ég þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa og